Atli Gíslason, formaður þingmannanefndarinnar sem leggur til að 4 fyrrverandi ráðherrar verði ákærðir og færðir fyrir landsdóm, verður gestur þáttarins í kvöld, en umræður tillöguna hófust í dag og mikil spenna á Alþingi vegna þessa máls. Það ekki ofsagt að andrúmslofti á Alþingi sé lævi blandið þessa dagana, enda liggur fyrir þinginu tillaga að krefjast refsingar á hendur 4 fyrrum ráðherrum. Umræður landsdóm hófust í morgun með ræðu Atla Gíslasonar formanns þingmannanefndarinnar, en var stuttu síðast slitið vegna kröfu þingmanna aðgang að gögnum nefndarinnar. Það því ljóst að einhver bið verður á því að niðurstaða fáist í tillögurnar. Atli Gíslason gestur Kastljóss í kvöld, en hann hefur sætt harðri gagnrýni innan þings vegna tillagna ákærur á hendur fjórmenningunum. Atli sestur í Helga. Velkomin í Kastljós, Atli. Já, takk. Byrjum bara aðeins á þessi gögn. Þetta eru gögn sem innihalda meðal annars vinningspunkta frá sérfræðingum sem hafa komið fyrir nefndina. Búið að ákveða að hleypa þingmönnum í þessi gögn? Já, við ákvaðum og fundum nefndarinnar í mars áður en skýrslan kom út og þetta eru trúnaðargögn. Þetta eru viðkvæm gögn sem varða hugsanlega ákæru og rannsóknarhagsmuni og fleira. Og svo fekk ég beiðni á sunnudaginn að það aðgangur að þessu og ég fór strax í þá vinnu að taka saman list yfir þessu gögn og annað slíkt og miðvikudaginn ákváðum við að þetta kæmi fram í trúnaðarmálamöppu svokallari. En þá kom babb í bátinn því að þegar trúnaður að ræða þá var hann gagnkvæmur. Þessara gagna var aflað eða beðin það í trúnaði, eru afhent í trúnaði, þannig að það voru efasemdir hjá sérfræðingum láta þetta. Það líka algild regla hjá Alþingi að vinnugögn vinna starfsmanna. Þar ekki látin af hendi almennt séð og þingsköpun þeim dúr. En nú þetta mjög, þetta ekki hefðbundið mál sem að koma fyrir Alþingi. Var ekki misráðið af ykkur að ætla ykkur að gera þetta svona? Þetta þetta fordæmalaust mál og ég hef fullan skilning á þessu og fund í dag voru settar reglur, nýjar eða viðbót við verklagsreglurnar að þetta færi í trúnaðarmálabók og þingmenn hefði aðgang að þessu. Málið leyst. En víkjum aðeins að þessari gagnrýni, því að eins og Brynja kom inn á áðan, þá hún nokkuð hávær og það var ekki einu sinni farið að mæla fyrir þessari þingsályktunartillögu þessar ákærur á hendur þessum 4 ráðherrum. Þegar var farið að gagnrýna þetta, málsmeðferðina, það var hugsanlega verið að brjóta mannréttindi á þessum 4 ráðherrum og þetta þetta væri vafasamt með hliðsjón af því sem að tíðkast í sakamálarétti. Hvað segir það? Ekki ljóst að þetta mjög, eins og segir, þetta auðvitað óvenjulegt mál, en ekki að vissu leyti þetta taka undir þessa gagnrýni? Við byrjum fundi 15. janúar. Skýrslan rannsóknarnefndar átti að koma út 8. febrúar, kom ekki fyrir 12. apríl. Þannig að við fengum tíma, 2 mánaða viðbótartíma. Þessum tíma eyddum við til að velta við hverjum einasta steini, skoða öll álitaefni sem komu til, varðandi gildi ráðherraábyrgðarlaganna og landsdómslagana, kölluðum til sérfræðinga og við eftir þá skoðum til að mynda þá var ákveðið að við skildum halda okkur við lagagrundvöllin í ráðherraábyrgðarlögunum og landsdómslögunum. Og það ekki einhver geðþóttaákvörðun sem var tekin þar. Heldur, eins og ég segi, við veltum við hverjum steini, við leituðum til fjölmargra sérfræðinga, allar niðurstöður okkar eru afar ígrundaðar og ég held þar í þessari forvinnu sé tekið á allar þessari gagnrýni sem núna að koma sérstaklega eftir að útbytting var á laugardaginn var og reyndar hafði þessi gagnrýni komið fram áður. Þannig ég mjög góða samviska að þessu. En voru þá allir þessi sérfræðingar sammála að til dæmis það væri eðlilegt að þeir myndu gefa út ákærur á grundvelli upplýsinga sem að þessi ráðherrar gáfu fyrir til dæmis rannsóknarnefndinni þegar að þeir voru í raun ekki að bera vitni sem sakborningar til dæmis, því að það auðvitað svolítið óvenjulegt. Já, við verðum að deila þessi í tvennt. Annars vegar efnisatriðin, hvort það sem fram komið í málinu sé nægilegt og líklegt til sakfellis. Það fyrsta spurningin. Svo verðum við að gæta forminu. Réttastaða þeirra sem hafi ekki fengið réttastöðu sem grunaðir í yfirheyrslum, það skoðum við mjög vandlega og við komumst að þeirri niðurstöðu minnst að ráðgjöf sérfræðinga að þetta stæðist mannréttindi. Þessna hreyfðum við ekki lagagrundvöll. En var ekki verið að leiða þetta fólk í gildrum ágæðlega færa rök fyrir því að þau eru kölluð inn fyrir þessa sannleiksnefnd, koma þar fram með upplýsingar. Ingibjörg Sólrún til dæmis varðandi þessi minnispunkta hennar og þessu fundi með seðlabankastjóra og annað í þeim dúr.
þetta fólk ekkert að tala eins og þessi hugsanlega að setja sig í ykkur á hættu. Já, mér finnst gæta þar misskilnings vegna þess að við sendum öllum ráðherrum sem sátu í ríkisstjórnum frá 1. janúar 2007 til 7. október bréf. Og bréfin til þessar 4 einstaklinga voru orðuð sérstaklega þannig að nefndin væri að meta ráðherraábyrgð og svörin sem bærust kynna verða notuð í framhaldinu við ákvarðanatöku rannsóknarnefndarinnar. Þannig að það kemur mér á óvart að þetta hafi komið þeim á óvart. En þið eru auðvitað líka að byggja á því sem kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar, því að það er auðvitað, til dæmis svar Ingibjargar er einhver 1,5 síða. Það virðist vera að minnsta kosti á hennar svari að hún er ekki mjög mikið að taka til varna gagnvart þessari ráðherraábyrgð. Var það þá misskilningur hjá henni bara? Ég lít svo vegna þess í bréfinu að sérstaklega vísa til þeirra kafla í 7. bindi skýrslunar þar sem að var verið að ræða þáttöku þessar einstaklinga og þau voru ljósir ráðherraábyrgðar beðið sérstaklega að tjá sig það. Þarf ekki enga síður að fara fram einhvers konar rannsókn núna þegar nú ef að þetta fyrir gegnum þingið sem nú raunar alls óvíst, þá tekur einhver saksóknari við þessu, verður þá einhver rannsókn? Hvernig fer það fram? Mér langar að segja fyrst að grundvallaratriðið bæði opinberu og einkamálaréttarfari er það að sönnunarfærsla fer fram fyrir dómi. Lögregluskýrslur og svipaðar skýrslur teknar utan dóms hafa takmarka sönnunargildi. Verði þessi þingsályktun samþykkt, þá gerist það að verður skipaður sérstakur saksóknari. Hann fer í að afla sönnunargagna, hann fer í dómprófanir og annað slíkt til aðstofar þessum sérstakar saksóknari 5 manna nefnd, þingmanna. Komi ljós við þessa öflun sönnunargagna og dómprófanir að það er eitthvað í okkar þingsályktun sem liggur fyrir núna sem þurfa að leiðrétta, fella niður ákærur í einhverju liðum eða fella niður hreinlega ákæru á einhvern einstakling, þá er þessari 5 manna þingmannanefnd í lógalagið að færa fram þingsályktun á þingi og breyta. Það hefur verið talað að þessi landsdómur, að því að auðvitað er hann byggður á upprunalegu lögum sem eru síðan 1905, að hann sé, ég lefum bara fyrirhandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins að þetta væri ævafornt og úr sér gengið, minnum við. Hvað finnst þér þessa gagnrýni? Þau eru síðan 1963. Upprunalega síðan 1905. Já, upprunalega síðan 1905. Mér finnst þessi rök svona svipuð það að segja að ég var orðinn úreltur af því ég var orðinn 63 ára gamall. Á sínum tíma voru þetta tímamótalög, átrúlega vel samin, hafa staðist tímans tönn og að þeim stóð okkar færasti stjórnskipunarfræðingur á 20. öld, Ólafur Jóhannesson, og það var álit fræðimanna að þessi lög voru hreint til fyrirmyndar og stóðu framar lögum á Norðurlandum, meðal annars vegna þess að í ráðherraábyrgðarlögunum er verknaðarlýsingin fullnægjandi þeim kröfum sem gerðar í dag, nema hvað varðar a-lið 10. greinar. En við erum ekki að heimfæra brotin til þess að þetta B-liðar sem að fræðimenn telja standast fullkomlega. En í umræðum þetta mál núna strax eftir helgina, þá kom meðal annars fram í þínu máli að það þyrfti að taka þessi lög til endurskoðunar. Bendir það ekki til þess að þau séu ekki nógu skýr? Nei, ég átti ekki við þess ákvæði sem við vísum til sérar 8. greinar. Það sem ég á við er það, eigum við að færa ráðherraábyrgðarlögin ákvæði þeirra inn í hegningalög, eigum við að færa landsdóminn inn til dómstól og annað slíkt. Það er líka í ráðherraábyrgðarlögunum sem að mér finnst vanta ákvæði, það er að segja ákvæði sem varða við það að brjóta ráðherraábyrgðarkeðjuna svo gerðist og laga hendi skorti til. Mér finnst vanta þar refsi ákvæði varðandi sannleiksskylduna sem er mjög brýn regla. Það er að segja að ráðherrar sem segja Alþingi ósatt gerir það ekki viðurlega laust. Það er ýmis slík atriði. Ég vil skoða heildarmyndina. Það hefur ekkert með það að gera að lögin standist eða standist ekki þó þú viljið lagfæra það. Ég vil líka skoða þessi lög út frá þeirri reynslu sem að þingmannanefndin hefur haft. Er þetta fyrirkomulag æskilegt eða ekki æskilegt? Hvað finnst þið sjálf? Er ekki bara alveg full ljóst á því sem hefur komið fram núna, það að þið getið ekki svona skilað sameiginlegri niðurstöðu, þetta fyrir einhver svona flokkspólitísk hjólför, þetta er bara ekki hægt? Ég sagði þá á þingi að þetta væri beiskur kærleikur og dapurlegast og erfiðasta mál sem ég vunni við. En við erum að vinna á þeim lagagrundvelli sem við teljum standast og sérfræðingar telja standast og þá verðum við að vinna þau skildustörf. En úr því sem komið, ég er að spyrja um reynsluna því að þetta lítur nú ekkert sérstaklega vel út. Það er allt í háa lofti þarna í þingi, nefndin skilar, fer algjörlega í flokkspólitísk hjólför, leyfið mér að segja, þegar hún skilar. Bendir það ekki til þess að þetta sé bara alls ekki nógu gott system? Það bendir til þess að það þurfa að horfa vel á það og læra reynslu þingmannanefndarinnar. Ég segi það og við leggjum það til í
okkar megin niðurstöðum að ákveða þetta verði endurskoðað. En það ekki þar með satt að ég ætla að afnema lögin ef ég get fært þau undir hegningalög og undir lög sem gilda dómstóla. Sko, aðeins varðandi það hverjir eru ákærðir, hverja þið veljið úr, sko, hvers vegna velur þú þessa fjóra, því þú stendur að þessari þingsályktunartillögu sem felur í sér þessa fjóra, af hverju ekki hugsanlega fleiri, til dæmis ráðherra í þeirri ríkisstjórn sem eru núna, til dæmis Össur eða Jóhannu, því að þetta fólk, bar líka ábyrgð á þessum tíma? Já, þetta mjög algeng spurning og mjög eðlileg líka. En þarna erum við að horfa á refsiskilyrðin og þarna erum við að horfa á niðurstöður í skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Refsiskilyrðin eru ásetningur eða stórkostlegt gáleysi og ásetningur skiptist í marga flokka þó almenningur skynji ásetning sem einbeittan vilja til að gera eitthvað. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis segir það að það hafi verið gáleysi í gangi áður en hið stórkostlega gáleysi að myndast frá febrúarbyrjun 2008 og fram að hruni. Þannig að þar munurinn á milli. En að því það munur á þessari niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar og ykkar niðurstöðu, því að Ingibjörg Sólrún í raun og veru sett inn í þennan hóp núna. Hvernig má það vera að þið metið þessar vanrækslusyndir Ingibjörgar Sólrúnar eftir niðurstöðu þessar nokkura mánaða vinnu, þegar rannsóknarnefndin sem búin að fara í miklu meiri til dæmis rannsókn og viðtöl og yfirheyslur gerir það ekki? Já, það vona spurt sé vegna þess að rannsóknarnefndin leggur ákveðin skilning í sín störf, hefur þó nokkra hliðsjón af ábyrgðarreglur ábyrgðarlagana og tók afstöðu út frá verkefnasviði hvers ráðherra og taldi það ekki vera þarna verkefnasviði utanríkisráðherra. Við hins vegar skoðum þetta og leggjum á þetta allt annað mat sem refsiábyrgðarmat og komumst að niðurstöðu að það sé fullnægt skilyrðum það. Þetta tvenns konar mat og við þurftum ekki að horfa á valdmörk hvers ráðherra fyrir sig. Það segja hver gegndi hvaða starfi fyrir sig. Á ekki sama við Árna Matthíasson, því að nú voru til dæmis ekki bankarnir, það ekki að heimfæra þá endur undir fjármálaráðuneytið. Þetta ítarlega rökstutt í greinargerðinni meðal annars með tilvísun til reglugerðar sem gilda versvið hans, hvað versvið hans, fjármál ríkisins, lántökur, ábyrgðir og annað slíkt og það líka ítarlega rækið í skýrslu rannsóknarnefndarinnar. Hefði ekki verið eðlilegt af ykkur að kalla þetta fólkin til viðtals fyrir nefndina? Þið sendið vissu út þetta bréf en það verðist nú að minnsta kosti eitthvað að hafa skólast til merkingin miðað við það hvernig er svarað og hvernig gagnrýnin kemur frá núna. Hefði ekki verið eðlilegt af ykkur að kalla þetta fólk fyrir nefndina? Hefði það ekki bara verið heiðarlegra gagnvart þessu fólki? Við völdum þessa leið að skrifa bréfin. Já, en var hún rétt? Ég tel það fullnægjandi, já. Það var mín skoðun og mín skoðun enn. En athuga það, eftir að þingsályktun liggur fyrir, þá hægt að kalla þetta fólk fyrir og gefa því réttastöðu. Þingmannanefndin var ekki saksóknarnefnd í þeim skilningi að við hefðum þessar heimildir sem að lögregla hefur. Nei, þið leggið enga síður til þess að þetta fólk verði... Við lögðum þetta upp skriflega og fengum ítarleg svör. Sko, þið metið það væntanlega þannig að það séu meiri líkur en minni á sekt í þessum málum. Hins vegar hljóta menn að velta því fyrir sér að því að niðurstaða rannsóknarnefndarinnar er sú að á þessu tímabili hafi lítið í sjálfum sér verið þetta að gera til að afstýra hruninu. Sko, hvað segir þá sem segja að þið séu að hengja bakara fyrir smið? Já, sko, það er erfitt að skýra þetta er lögfræðileg hugtök en brot eru flokkuð í þrennt. Það er svokölluð tjónsbrot sem hafa fjárhagslegar afleiðingar. Það eru hættubrot og svo eru svokölluð samhverfbrot sem eru formbrot. 8. grein C í ráðherraábyrgðarlögunum er formbrot og við notum, það er vísað til hennar varðandi það hafi ekki kallað til ríkisstjórnarfundi mikilvæg málefni landsins. Og það að gera það ekki þegar tilvik voru fyrir hendi að þá fullnægt sönnunarskýrslum. B-liður 10. grein hins vegar er hættubrot. Það þarf maður bara að sýna fram á tilvist hætturar og viðkomandi hafi vitað og mátt vita hana, vitaði það mátt vita hana. Það að halda frá sér upplýsingum, það dugir ekki ef það er fyrir hendi og þetta er líka ítarlega rakið í greinargerðinni. Þessi fyrning, þessi 3 ár, sko, hvað finnst þér hana? Er hún ekki, leyfðu mér að segja, algjörlega fjarstæðugeta? Því að til dæmis kjörtímabil sem að flestir ráðherrar sitja nú er til dæmis 4.
Hvað finnst þér það sjálfur? Jú, ég held að þurfa að endurskoða það. Því að þetta alvarleg mál. Ég held að þurfa að fara í endurskoðun á því. En sko, má ekki segja með hvernig á hvaða grunni þessi nefnd sem að þú ert í var skipuð. Þið áttu að ná þarna sátt og þess vegna var hún nú kannski skipuð eins og hún var skipuð, að það átt að ná þverpólitískri sátt. Hefur það ekki algjörlega mistekist? Er ekki ljóst að það þarf þá að taka þetta mál einhvern veginn upp að nýju inn í þinginu og reyna að ná þá einhverju meiri breiðari sátt? Þetta var það takmarkið að ná breiðri sátt og við náðum henni. Já, það mistókst. Við erum 5 á þessu, það reyndar 7 nefndarmenn á 3 ráðherrum og 5 á öðru. Það bara gekk ekki eftir. Og ég held að komi bara í ljós í næstu viku. Skaðar það ekki núna? Ég held ekki, ég held bara þingi verði. En er það ekki að komi í ljós núna allir nákvæmlega með öllu þessum málþófi, þessum frestunum og þessu, að málið stór skattað af því að það fór svona? Já, en af hverju? Af hverju það stór skattað? Já, vegna þess að þið getið ekki skilað sameiginlegri niðurstöðu. Þú hlýtur að bera ábyrgð á þessu Það hefði verið æskilegt. Já, ég ber full ábyrgð á starfi nefndarinnar og axla hana. Hvernig ætlar að axla það ef þetta fólk... Ég fer fram með þetta mál, eða við 5 flutningsmennir, að bestu samfæringu. Hvernig ætlar að axla ábyrgð ef þetta fólk verður sýknað? Eða það telst ekki, eða verður ákveðið að höfðu ekki mál vegna þess að þetta bara hreinlega ekki byggt á nógu sterkum grunni. Hver þín staða? Ég tek nú bara einn dag í einu og í þessu og hef gert í nokkra vikur. Þú lítur á að hugsa þetta? Ég hef hugsað það en ég ætla að sjá fyrst hvernig fer á því svara slíku spurningum. Atli Gíslason, takk fyrir komuna í Kastljós. Takk sömuleiðis.